Það stendur mikið til hjá þér. Þetta mikið vandaverk að byggja snjókall. Já, það er það sko. Hver helsta kúnstin? Það nú helsta aðal kúnstin að láta hausinn tolla sko uppi. Þess vegna við formum hausinn á öðrum stað og létum að frjósa og erum að flytja hann hinga núna til að geta sett hann ofan á. Af því að það er svo erfitt að tálga hausinn af því að þetta hrynur bara alltaf niður eins og inn á torgi. En hann nú ansið þungur þessi, það ekki? Jú, hann losar eitthvað 8 eða 9 tonn, bara hausinn sko. Þannig að nú þarf eiginlega 2 kranabíla til að gera þetta? Já, við erum hérna með stærsta kranaverktakabæjarins hérna. Hann ætlar að koma hausinnum á fyrir okkur. En ertu búin að ákveða hvort þetta verður kall eða kona? Við skulum hafa þetta kall núna. Hefur þetta verið kona? Nei, aldrei. Má ég skora á þig, einhvern tímann? Já. Það verður kona næst ári. Þú lofar? Já. En það er að komnar innan við fullt af hugmyndum nöfn. Ert þú með eitthvað óskanafn? Nei. Ég skulum leyfa bara almenningi að ráða því bara. En hvað ertu búin að gera þá marga á éljagangi? Ég held þetta sé 7. Hefur einhver verið erfiðari en annar? Já, fyrsti var náttúrulega mjög erfiður sko. Og svo er náttúrulega bara erfitt að gera þetta inn í bæ líka. Þannig að vont að koma snjónum að og svo var alltaf svo óhagstætt veðurfar. Það var alltaf hláka og svona smá leiðindi. Þannig að en þetta er bara fínt veður núna. Nokkuð kalt en þó að sé í frostmarki. Þannig að þetta er aðalsmerki éljagangsins og þú ert höfundur þessa meistaraverks. Já, eða svona ég var beðinn þetta allavega. Og þú hefur aldrei vikið þér undan því? Nei, það má ekki sko. Mér er meira að segja sagt að þetta færi ekki upp án þín. Er það ekki bara svolítið til í því? Ég held að það sé bara til að láta mig gera þetta sko. Það er ýmist tricks notuð. Já.